yfir hvernig við settum inn Wikileksju í is.wikibooks.org og við förum sérst á vefsíðuna og svo sláum við í leitarglugganum nafnið sem á að vera á leksíun okkar og það finnst ekki því að við ætlum að gera nýja leksíu og það er svona rauðutengil og þá smellum við á rauðatengilinn og þá byrjum við að skrifa í Wikibókin okkar. Þess byrjum að skrifa nýja síðu og fylgjum rauðum tengli og mun eftir að vera innskráður áður og byrja að skrifa. Það er mikilvægt því að þá getum við séð allt sem við höfum skrifað áður og fundið og fylgst með hvað við höfum gert. Við ýtum semst á rauðan tengilinn og þá er búin til síðan og við byrjum á að skrifa ykkur texta þarna inn og við erum með svona ritvinnslukerfi, svona nokkurn veginn sem að þið þekkið mörgum ritvinnslukerfum og við byrjum að skrifa og það er hægt að vera í tvenns konar ritlum, annarkvort skapa eða skapa frumkvóða og það er sjálfkrafa skapa sem er svona þessi visual editor, bara svona eins og venjulegt ritvinnslukerfi og það er bara mjög þægilegt að vinna í því. En ég byrjaði hérna að skrifa hérna nokkur orð og svo ætla ég að fara í að birta síðu því að þá er síðan stofnuð og þá er nú til og þá geti ég farið og unnið henni aftur. Á meðan ég er að vinna þá vistast breytingarnar ekki en ég verða alltaf að segja þarna birta síðu, blái takkinn þarna uppi. Og það eru líka, þeir sjáum þarna ritvinnslu táknin uppi sem að þið þekkið til að breyta letrinu, feitletrað og skánletrað og setja inn tengla og heimildir og setja inn myndir og svona ýmislegt annað efni og breyta í fyrirsögn. En hérna ætla ég að setja inn, ég er búin að svona semja þetta svona grófa áætluna hvað ég ætla að gera og ég ætla að hafa þetta í þessum köflum og ég byrja bara að setja þessa kafla inn og ég ætla að setja bara hvern kafla sem fyrirsögn sko eða ég hefði getað sagt fyrirsögn 2, þá er það svona millifyrirsögn. Þannig að ég byrja á að gera það og þá fer ég yfir kaflaheitin og fer þarna í málsgrein og vel hvað ég ætla að gera. Ég ætla semst að setja búa til Wikileksju sem fjallar þessa gerð af japansku gudduleikhúsi sem heitir Kamishibai og ég ætla að hafa tala fyrirbærið og síðan ætla ég að útskýra svona vinnugangin í því og síðan ætla ég að tengja þetta við nútímann og svo ætla ég að hafa ítarefni og hugmyndir og svo ætla ég að hafa heimildir líka. Þetta ætla ég alltaf að hafa í sérstökum kafla. Þess að ef ég býti sérstaklega kafla hvert einasta hlut þá get ég unnið svona aðskilið í köflunum. Bara við unnið í einu kafli í einu. Ég þarf ekkert að gera það, ég get alveg haft bara allt í einu kafla til að byrja með en ég bara ákvað að byrja svona. Og ég fer og ætla að setja þetta sem fyrirsögn eða ég hefði getað sagt líka undir fyrirsögn 1 og svo segi ég birta síðu þegar ég er búin á þessu öllu saman. Ég bara tekur smá tíma að gera þetta allt að fyrirsögnum af því að þetta ég að vera nokkru kaflar í Wikibókinu minni. Og ég gæti líka satt Ctrl 2 minni mig. Þið sjáum að það er svona shortcut við hvert af þessu. Og ég fer yfir þetta allt og þá er ég komin með kaflana. Og leið að ég segi birta síðu og gefa út síðuna, þá sjáum þið að ég get unnið í hverjum kafla sig með því að fara í breyta sem er við hvern kafla, þarna fyrir aftan hvern kafla heiti. Eða ég geti líka farið breyta þarna uppi
það myndi ekki skipta máli, þá myndi ég bara breyta skjalinu í heild, en ef ég gerði ráð fyrir að þetta er svolítið langt skjal, þá væri ágætt að vinna í hverju kafla fyrir sig. En þarna var ég búin að setja inn smá texta, var búin að semja svona smá inngang og ég ætla bara að líma hann inn, tek hann bara út úr skjani, semst minnispunktum hjá mér og líma hann hérna inn. Og það getur nú verið ágætt að vera búin að svona skrifa eitthvað svona uppkast og ég fer þarna í breyta og íti svo bara nýja línu og fer svo að breyta þarna fyrstu. Eða ég get líka að fara að breyta þarna uppi. Og ég set þarna inn textan og síðan ætla ég líka að setja þarna inn tengingu og ég ætla að hafa tengingu í Wikipedia greinina Kami Shibai og það til greinum þetta á ensku Wikipedia og búin að uppgötva það og eina sem ég þarf að gera er því ég þarf að setja þarna en tvípunktur. Þannig ég þarf að fara hérna í tengilinn og þar segi ég Wikibækur og það tengilin er bara lítið stafur, lítið tvípunktur, en, tvípunktur og svo nafni á greininni eins og var á Wikipedia. Og ég ætla svo að gefa út breytingar og sjá hvernig þetta virkar. Og svo prófa ég þetta og þá að ég að tengjast í Wikipedia og takk eftir, nú er ég komin í ensku Wikipedia greinina og þá er greinin komið þarna, enska Wikipedia greinin. Og svona einfalt er að setja tengingar á milli Wikibooks og Wikipedia, bæði ensku, íslensku, dönsku eða hvaða Wikipedia sem er. Ef það veri íslenska þá vera tvípunktur ES tvípunktur og svo nafni á greinin á íslensku Wikipedia. Já, nú langar mig til þess að taka inn mynd og það er mjög einfalt að gera það í Wikibooks, að tengja við stóra myndasafnið sem fylgir með Wikipedia. Ég fer þarna uppi í setja inn og vel þarna mynd og svo þá fæ ég svona leitarglugga og þannig get ég leitað að mynd og sé þá myndirnar sem að koma og ég nota bara leitar og prófa mig áfram með leitarorð og í þessu tilfelli þá ætlaði ég að leita að hvort það væri til myndir bara nákvæmlega þessu fyrirbæri, þessu japanska götuleikhúsi og ég sé myndirnar og ég ætla svona að sjá hvaða mynd það er sem að passar langt best hjá mér og ég sé að það er hérna ein sem að lýsir akkurat hvernig þetta er á götunni og var í Tókjó 1955 og sem var einmitt blómatími þessa fyrirbæri sem að eiginlega hvarf þegar með sjónvarpinu, þannig að hverfa skömmu seinna en þetta og ég skrifa svona að smá texta sem á að vera og smelli svo á að vista myndina og þá er myndin komin. Þannig leitaði ég að mynd og fæ inn myndina. Og ég ætla að setja aftur inn mynd bara svo þið sjáu hvað maður gerir þetta og hvað þetta er einfalt. Og myndin kemur eins og þið sjáuð jöfnuð hægra megin, ég get breytti líka, þið sjáum að ég get svona sett snið og breytt þessu, en nú ætla ég að setja aftur þetta sama leitarorð, af því að ég sá að vera nokkra myndir og ég ætla að finna myndir, ég geti tekið hvaða mynd af þessum sem er, en það var ein mynd sem ég fannst spennandi þarna, það var að þessum klippum sem að lýstu því einmitt að það er svona klöppur, þannig að götu leikhúsmenn þeir voru með svona klöppur og sem þeir notuðu til að tilkynna að það væri að byrja leiksýning og mér fannst skemmtilegt að hafa hana í
greininni og skýringatexti með. Ég get alltaf breytt þessum skýringatexta og breytt öllu hérna, þannig að þetta bara það sem ég að gera núna í augnablikinu. Og þetta samt alltaf gefið út, sko, en ég get alltaf farið í breyta og breytt þessu og þá þetta bara gefið út aftur í breyttri útgáfu. Og svo segi ég gefa út breytingar. Og þarna konar 2 myndir og þær bæðar hægri jafnaðar og ég hefði getað breytt í haft að vinstri jafnaðar, en í Wikibooks og í Wikipedia greinu þá eru myndir gjarna svona hægri jafnaðar og ekki svona þvers og kruss eins og maður kannski getur gert í rituskjölum, og það ástæða fyrir því, og það að því að þetta verður að líta vel út á spjaldtölvum og líka. En þetta svona dæmi aðra grein sem ég gerði einu sinni og til þess að sýna að við getum líka haft svona myndasafn efst, svona galleri heitir það. Og við getum líka haft í þessari greina til dæmis vísa í vídeó, þannig að maður getur spila vídeó, bara bæði lítið og stórt. En þetta svona annað dæmi hvernig við getum setta upp svona Wikibók á myndir annan hátt. En þetta efnið sem að mikið til að myndu, það ekki mjög mikið til að myndu, ég sá að vera svona 15 myndir í Wikipedia þetta efni, en núna ætla ég að sýna ykkur hvernig við getum sett inn heimildir að við vitum svona þetta númer á greininni, ef við verum með tímarisgrein og við vitum þetta DOE, einkenni á greininni, að ég veit þetta, ég var búin að finna hérna Science Direct, svona grein, og ég hef þetta DO-númer og nú ætla ég að afrita það hérna og fara svo inn í Wikipedia greina. Þetta var hvernig svona götuleikhús væri notað í kennarnámi og ég ætla að hafa þetta svona, segir mig, ég ætla að vísa í þessa fræðugrein. Ég ætla að tala eitthvað hvernig þetta kami shibai væri notað, mætti nota í kennarnámi. Þá smelli ég inn, skrifa á bæta við heimild og vel þarna slægin og vel svo að fletta upp og þá finnur hún allar upplýsingar greinina og ég segi bara setja inn. Þannig að það bara svona sjálfkrafa gagnagrunnur á netinu sem að tengir þetta við rétta grein. Og svo segi ég vista breytingar þegar ég var búin að setja textan. Þetta væri vantarlega einhver fræðilegt innlegg hjá mér að ég væri að vísa í þessa fræðigrein og fjallum hana í textanum. Og þá sem ég segja að gefa út breytingar og þá sjáum við að hún kemur þarna undir í heimildakaflan, hún kemur alltaf bara neðst. Og þetta heimild númer 1, hún kemur bara í þeirri röð sem að ég setjar inn. Og ég ætla að gera þetta aftur, svo að ég sjá hvernig maður getur gert þetta aftur. Og ég var búin að finna hérna grein á ResearchGate og nú ætla ég að afrita DOE inn í minni hjá mér og fara svo inn í Wikipedia greina, Wikileksíuna sem ég að skrifa á Wikibooks og ég get farið bara í réttan kafla, þeir bara þarna í fyrsta kaflan og ég ætla að setja þarna tengingu í greina. Þetta var einhver umfjöllun, einhver fræðileg umfjöllun hjá mér. Þessi grein fjallar ung börn, mjög ung börn og notkun á götuleikhúsi meðal svona ungra barna og ég fer að skrifa og verð með bendilin á þeim stað sem að heimildina á að koma inn á, vel svo hérna heimild og þar set ég inn, lími inn DOE ef ég hef það, annars myndi ég bara skrifa bara textan og hver heimildin væri og segi svo fletta upp og svo segi ég setja inn. Þetta er bara svo þægilegt að geta flett svona upp. Og hérna get ég sagt vista breytingar
og þið sjáum að heimildarlistin kemur þá þarna sjálfkrafa fyrir neðan. Og svona geti ég líka notað ISBN líka, bækur ef að ég hefði það.